Í þessu myndbandi lærir að nota hjartastuðtæki þegar einstaklingur fer í hjartastopp. Ef einstaklingurinn bregst ekki við áreiti þegar þú talar við hann eða hristir varlega axlir hans, kallaðu á aðstoð nærstæddra ef þú ert ein eða einn á ferð. Veltu einstaklingnum á bakið. Kannaðu hvort öndunin er eðlileg með því að setja aðra höndina á ennið og fingurgóma hinnar handarinnar undir hökuna. Þrýstu höfðuna varlega aftur og lyftu hökunni til að opna öndunarveginn. Ef þú sérð brjóstkassan ekki lyftast, heyrir hvorki öndunarhljóð né finnur andardrátt, þá andar einstaklingurinn ekki eðlilega. Hringdu í neyðarlínuna 112. Biðdu einhvern nærstaddan að sækja hjartastuðtæki. Á meðan þú bíður eftir hjartastuðtækinu, byrjaðu hjartahnoð á miðjan beran brjóstkassan á hraðanum 2 hnoð á sekúndu. Ef engin annar er til aðstoðar, ekki hefja endurlífgun, farðu fyrst og náðu hjartastuðtæki ef það er til taks í næsta nágrenni. Þegar hjartastuðtækið er komið á staðinn, kveiktu strax á því og fylgdu leiðbeiningum tækisins. Taktu rafskautin úr umbúðunum, losaðu filmuna af þeim og límdu bæði rafskautin á brjóstkassan eins og leiðbeiningar á pakningunni sína. Gættu þess að enginn snerti sjúklinginn á meðan tækið greinir hjartsláttinn. Fylgdu leiðbeiningum hjartastuðtækisins sem gefur til kynna hvort þú átt að gefa rafstuð eða halda áfram hjartahnoði. Haltu áfram að endurlífga þar til sérhæft björgunarfólk er komið á staðinn og tekur yfir endurlífgunartilraunir eða einstaklingurinn fyrir að anda eðlilega aftur. Tækið má einnig nota á börn og unga börn, en venjulega eru notuð önnur millistykki eða rafskaut. Ef slíkur búnaður er ekki til taks, er óhætt að nota hjartastuðtæki sem er ætlað fullorðnum. Settu þá annað rafskautið á brjóstkassan en hitt á bakið í brjóstkassahæð.